Ljósmyndir eru gluggar fortíðar, spegilflísar sem spegla forfeður okkar og mæður og sýna okkur hvernig umhorfs var á árum áður. Gamlar myndavélar eru forvitnilegar, enda tæknin marg uppfærð og það að taka mynd í dag er allt önnur upplifun en það var fyrir 120 árum, þegar þessi myndavél átti sín gullaldar ár. Þetta gömul myndavél frá því aldamótin 1900 og hún með ógulega fína linsu þessi og ég ætla að byrja á því að sjá hérna inn í hana. Það sem merkilegt við þessa vél og eiginlega einstakt, það lokarinn. Þetta er fókusglerið hérna sem myndin kastast á til að stilla fókusinn. Hérna inn í henni loft, það loftslanga og það loft lokari sem maður kreistir boltann og þá opnast ljósopið. Þetta er tökugræjan. Ég hef ekki séð svona í mörgum myndavélum, þetta er samt ekkert óalgengt en þetta er eina myndavél sem við eigum með þessari gerða lokara. Yfirleitt voru menn bara tóku með lokið af linsunni sem var svona lok eins og þetta sem var bara sett framan og ljósum hleypt inn. Aftur svo. En ég ætla svo að sjá hérna þegar ég opna fyrir belginn, fyrir ljósopið, þá kemur mynd hér, það sést mjög illa svo bjart hérna inni. Þess vegna þurftum við að hafa skikkju yfir til þess að sjá almennilega á glerið. Síðan stiltum við fókusum með að hreyfa belginn eða fjarlægðina frá linsunni til glersins og þannig stiltum við fókusinn á þessum tíma. Einmitt, en það er líka hérna hjól framan á, það líka til þess að stilla fókus. Þegar belgurinn fer lengst út þá ertu komin hlutin mjög nálægt. Þá fjarlægist linsan fókusglerið eða glerplötuna sem myndin er tekin á. En glerplatan, hún geymd í svona kassettu eins og þetta hér er og hún sett í myrkri í þetta, þá er kolniða myrkur, þá er þetta opnað, glerplatan sett hér í og þetta er stór plata, þetta er 18-24 cm. Hún síðan innsigluð í myrkrinu, farið með þannig útamyndar, það er klárað að stilla fókus og svoleiðis. Þegar allt er klárt, þá er fókusglerið tekið niður, kassettunni rennt í svona og það var hægt að taka, það voru hérna stillingar sem gerðu ýmislegt, herða þetta hérna. Nú er kassettan komin í og nú er spjaldið tekið frá hér til að taka myndina og myndin er tekin og það er gert svona, kreista boltan. Henni er lokað aftur, kassettan tekin úr og farið með hana aftur inn í myrkraherbyggi og hún framkölluð til þess að fá negatífa glerplötu. Og þessi framkvæmd, þetta er frá upphafi ljósmyndunar, er þetta, þangað til menn fá filmur þar sem þú getur tekið margar myndir í einu án þess að þurfa að hlaða myndavélinni í hvers skipti. Þetta verður svona aðeins meira handverk heldur en það er að taka mynd í dag. Já. Ég hef ljósmyndað sjálfur á svona myndavélar, svona myndavél sem ég mynda á og hef notað þessa linsu. Þessa? Já. Ok. Og hún er frá 1898 og er ofboðslega góð, þetta er með bestu linsum í heimi til að taka portrett, mannamyndir. Og gæði hennar felast fyrst og fremst í því, hún er frá London, þetta er Dallmeyer linsa, 3B, að glerin í henni sem hérna fremst og aftast, þau eru svo vel slípuð. Þetta er svo ofboðslega vandað enn þann dag í dag og mjög eftirsótt. En þegar ég er að nota hana, þá er ég að taka myndina svona, ég bjóð þetta lok til sjálfur á hana hérna og lokið er tekið af og það er talið upp í 6 sekúndur, 12 sekúndur og menn með ekki anda á meðan og loka og þá með menn anda. Er það þess vegna sem að fólk á svona gömlu myndum er aldrei brosandi af því það þurfti að vera alveg kjört? Já, og það var oftast líka með hnakkajárn. Það var járn sem var sett, sem var aftan við fólk og hélt við höfuðið. Þannig ef þú hreyfist eitthvað, þá bara hverfur andlitið. Ef þú blikkar augunum allt í lagi, en ef þú færir augun á eitthvað annað, þá hverfa augun líka. Þannig að menn þurfti að vera mjög kyrrir. Já, greinilega. En svona myndavél, hún er byggð upp á þessum einföldu hlutum, það er að segja linsunni, öllu sem tengist filmunni og svo er belgurinn hérna í miðjunni, þú sér þetta hér. Þetta er kallað belgmyndavélar þess vegna. Og þessi myndavél, hún er svo ótrúlega fín vegna þess að hún getur farið svo langt í sundur. Hún getur nánast tekið
skrúa þetta bara hérna út á enda og þá hægt að taka mynd af einhverju sem komið bara 50 cm frá linsunni. Já, bara alveg hnífskarpa. Já, og það sem enn skemmtilega líka við þessa linsu hér, að lokum, ég ætla að sýna ykkur hérna, tek hana úr, að aftan á þessari linsu, sem algjörlega einstakt, þetta eina linsan í heiminum, sem með þessum ósköpum, að það er svona þrepýr hérna, 3, 2, 1, það er að snúa þessu hérna aftan á. Og það sem gerist, þú tekur þetta ekki úr fókus, heldur býrðu til soft fókus. Af því að þú vildir ekki mynda eldri konur á þessum tíma, þannig að skerpan er svo mikil í linsunni að þú sérð allar hrukkur. Og þannig að þú setur svona soft fókus til þess að taka myndir af eldra fólki, því þá varstu... Var það sléttara? Já, það var svona sléttara. Þetta var svona nútíma þessi andlitsgræjur eins og þeir í dag. Já, laus við Photoshop þá. Þetta er eina linsa sem hefur verið hönnuð með þetta í huga. Þessi linsi frá 1898. Já, þetta er alveg mögnu græja og það er hægt að koma og skoða hana hérna á minjasafninu, eða ekki? Jú, við erum svona með hana stundum á sýningum en við ætlum að hafa hana núna í tengslu við þessa greiningarsýningu okkar hér núna. Ok, 1, 2 og... Komið það? Já. Tókstu þið ekki? Já. Magna. Við tókum mynd.